fyrir þetta. Takk fyrir þetta og virkilega gott að hlusta og gaman að rifja upp þessi versum vináttuna og hirðishjarta Jesú Krists og kærleikann. Og við ætlum að fara núna í hugleiðslubæn og þemað í þessari bæn er þakklæti. Og í þessari hugleiðslubæn þá ættum við að taka ákvörðun frá hjartanum að gera Jesú að okkar leiðtoga og okkar hirði. Við ætlum að taka á móti fyrirgefningu hans og kærleikanum hans og við ætlum að velja það að fyrirgefa sjálfum okkur og öðrum. Og við ætlum að þakka Jesú fyrir að vera okkar besti vinir og ætlum að taka við hans vináttu, hans guðlegu yfirnáttúrulegu stórkostlegu vináttin í hjarta okkar og síðan ætlum við að leyfa Guði að fylla hjarta okkar af þakklæti. Og þakklæti er orka, kraftur sem kemur frá Guði sem er stórkostlegur og þegar við erum í þessari orku, þessum krafti í okkar daglega lífi þá opnast hjarta okkar fyrir gjafir og blessanir Guðs til þess að taka á móti frá Guði. Taka á móti þessu lífi sem Guð vil gefa okkur í fyllstu gnægð. Eins og Einar var að segja, Jesús vill ekki að við lifum í skorti og fátækt og eymd. Hann vill sjá fyrir öllum okkar þörfum og samfélag okkar hvað hann byggir á trú og þegar við erum í trú og þakklæti gagnvart Jesú að þá kemur bara yfir flæði og hann fyllir og bara flóðgáttir frá himnunum og hann fyllir allar hann fyllir bikarinn okkar og sér fyrir öllum okkar þörfum. Þannig að þakklæti er ofboðslega falleg orka frá Guði og við ætlum að iðka hana núna í kvöld. Þannig að við skulum bara byrja og ég ætla að bjóða ykkur öllum bara að koma ykkur þægilega fyrir, hvort sem sitjið eða liggið. Bara draga djúpt inn andann og leyfa ykkur að slaka bara vel á. Ég ætla að biðja fyrir bæninni, já, elsku Jesús, ég bara afhendi þessa hugleiðslubæn í þínar hendur. Ég þakka þér fyrir heilagur andi, að þú hefur smurt varir mínar og hjarta mitt og orð mín. Megi ég segja eingöngu það sem er í samræmi við þinn vilja. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú ætlar að vinna kraftaverk, lækningar, stórkostlega hluti í hjarta, í lífi, í heilsu og í huga allra þeirra sem eru að hlusta. Í Jesú nafni. Og hugleiðslubænin virkar þannig að ég ætla bara að tala út bæn og þú getur talað hana út eftir mér eða bara í hjartaniðinu, endurtekið hann í hjartaniðinu hvað sem hentar þér betur ef þú vilt. Ég biðji heilagur andi að leiða þessa bæn. Heilagur andi ætlar að fylla hjarta þetta hvíld sinni. Og þú finnur hvernig hvíld Guðs fyllir hjarta þetta. Fyllir sálina þína og hugan þinn og líkamann þinn, hverja frumu í líkamannum þínum. Og Guð er að segja hvíldu í mig núna barn. Slepptu öllu erfiðinu, öllu streðinu og öllu harkinu til mín núna í Jesú nafni. Þú sleppur þessu. Þetta er farið. Og hvíld Guðs fylgir friður, fögnuður og stórkostlegir ávextir heilags anda sem að flæða núna inn í hjarta þitt. Og þú segir, Jesús, ég vel þig sem leiðtogan minn, þú ert minn drottinn, þú ert minn Guð. Komdu inn í hjarta mitt núna og fylltu það af þér. Lýstu hjarta mitt upp í Jesú nafni þannig að allt myrkur flýr. Takk Jesús fyrir að fyrirgefa mér og ég tek ákvörðun frá hjartanu
að fyrirgefa sjálfu mér, allt frá upphafi. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að fyrirgefa öllum öðrum og öllu öðru frá upphafi líka. Og ég þakka þér, Jesús, að þú gefur mér fyrirgefandi hjarta. Og meðan þú hvílist, þá vinnur Guð. Og Guð er að vinna í þér núna. Hann er að blessa þig. Hann er að fylla bikarinn þinn. Í Jesú nafni hann er að gefa þér líf í fyllstu gnægð. Og ég tala allsnægtir og yfirflæði heilags anda inn í hjarta þitt, inn í líf þitt, inn í fjárhaginn þinn, inn í vináttuna þína, inn í fjölskylduna þína og tengslin þín í Jesú heilaga nafni. Komdu heilagur andi með yfirflæði þitt og fylltu bikarana núna í Jesú nafni. Og ég bara hasta á allan skort og í staðinn kemur allsnægtir Guðs. Og ég tala Sálm 23 inn í hjarta þitt og inn í líf þitt og þú tekur við þessum sálmi inn í hjarta þitt núna. Þig mun ekkert bresta. Drottinn lætur þig hvílast. Drottinn er þinn hirðir. Hann passar þig, hann verndar þig. Hann er þinn vörður og þitt skjól. Og hann er alltaf hjá þér og með þér. Og ég ætla að biðja að fylla hugan núna af Jesú. Sjá hann fyrir þér í huganum, fylla hjarta þetta af honum og setja fókusinn á hann. Og í hvert skipti sem að þú finnur hugsanirnar vera órólegar eða komnar í eitthvað myrkur eða neikvæðni eða niður yfir ásakanir, þá bregstu við með því að fyrirgefa og afhenda þetta til Guðs og fókusar á Jesús. Þú fyllir hugan á Jesús. Jesús er ljósið og þar sem Jesús er ekkert myrkur, af því að ljósið rekur burt myrkrið. Og ég hasta á allt hugafastlegt myrkur núna og inn flæðir ljós Jesú Krist inn í hverja einustu hugsun. Og Jesús er þakklæti okkar. Vanþakklæti býr til skort, þakklæti býr til allsnægtir. Og í Jesú nafni þá bara fyrirgefum við öllu vanþakklæti, við afhendum það inn í ljósið til þín Guð og við opnum hjart okkar fyrir þakklæti þínu Jesús. Og við segjum takk Jesús fyrir það verk sem þú vannst á krossinum. Takk Jesús fyrir að gefa líf þitt fyrir mig og mína sál. Takk Jesús fyrir að fyrirgefa mér, fyrirgefa alla syndir, fyrir að gefa mér eilíft líf í himnaríkinu þínu.
Takk Jesús fyrir að fylla bikarinn minn, fyrir yfirflæðið inn í öll svið lífsmíns. Í Jesú nafni tala ég yfirflæði af krafti, yfirflæði af kærleika og ást. Ég tala yfirflæði af friði og hvíld og gleði og fögnuði inn í hjarta þitt núna í Jesú nafni og yfirflæði af ljósi Guðs. Það er ekkert myrkur. Það er einungis ljós. Og ég tala yfirflæði af þakklæti Guðs inn í hjarta þitt. Og þú finnur fyrir þakklætinu fylla hjarta þitt og þú heyrir í hugsununum, þakklætis hugsununum. Og þú byrjar að sjá fyrir þér og hugsa allt sem þú þakklátur fyrir. Fyrir Jesús, fyrir Föðurinn, fyrir heilagan anda, fyrir viniðina, fyrir fjölskyldunina, fyrir börnin þín, fyrir heilbrigðið þitt, fyrir hjartað þitt, fyrir að búa á Íslandi, fyrir hreina vatnið, fyrir að eiga skjól yfir höfuðið, eiga nægan matinn í ísskápnum, fyrir að eiga góðan og heilbrigðan maka. Það er bara að flæða inn þakklætis hugsanir inn í hjartað þitt núna. Og tunga þín er full af þakklæti Guðs. Og heilagur andi búin að setja innsigli á tunguna þína. Hún getur ekki mælt eitt einasta vanþakklætis eða skorts orð nokkuð tíma framar. Það er bara allsnægtir og þakklæti sem að flæði fram að munni þínum, áreynslulaust, sjálfkrafa. Af því að þakklæti heilags anda lifir og starfar og flæðir innra með þér. Og þú átt eftir að taka eftir því leið og þú vaknar á morgnana. Að fyrsta hugsunum sem poppar upp í hugan er takk Jesús. Takk Jesús fyrir yfirflæðið. Takk fyrir lækninguna. Takk fyrir allar þessar blessanir. Og það er bara svona breyting í orkunniðinni. Þú ferð úr vörn og þú ferð yfir í sókn og þú finnur gust heilags anda blása yfir þig núna. Og heilagur andi er búinn að hreinsa þig. Hann er búinn að reka burt allt myrkur. Hann er búinn að reka burt allan skort. Og hann er búinn að rétta það af sem var brotið og beygt. Og hann er búinn að fylla hjartað þitt af öllu því sem Jesús er. Því fallega, því góða og því stórkostlega. Og það er komin ný trú inn í hjartað þitt. Ný trú sem segir, ég lifi í yfirflæðandi allsnægtum. Ég lifi í trú og hugrekki og dirsku. Ég lifi í þakklæti og gleði og fögnuði. Af því að ég lifi í þeim sem skapaði mig, Jesú Kristi sjálfum sem er Guð almáttugur. Og hann er vinur minn. Ég þekki hann persónulega. Og þú finnur þakklæti flæði hjartað þitt fyrir að eiga þessa stórkostlegu vináttu sem er dýrmætari heldur en allt annað í þessari veröld. Þinn innsti, þinn nánasti, þinn besti vinur er engin annar heldur en Guð almáttugur sjálfur. Og þú hlustar á hann og hann talar til þín. Hann heldur utan um þig og hann huggar þig. Allt sem þú þarfnast færðu frá honum.
Og ég tala meira af Jesú inn í hjartað þitt. Ég tala meira af heilugum anda inn í líf þitt. Og ég bið þig, Drottinn, að draga sérhvert hjarta hér sem að hlusta nær þér núna. Nær þér í dag og alla daga. Ég bið að við fáum að upplifa meira af þér. Eitthvað starra og stórkostlegra en nokkur sinni fyrr. Og ég bið þig núna, heilagur andi, að setja hungur og þorsta inn í hjarta okkar fyrir meira af þér. Leyfðu okkur finna okkur hungrar og okkur þyrstir í meira af þér, heilagur andi. Sýndu okkur meira, svo við megum sjá hversu stórkostlegur, yfirnáttúrulegur kraftaverka Guð þú ert. Takk, Jesús. Nú ætlum við að taka bara smá stund þar sem við ætlum að setja í þakklætinu, í hvíldinni og bara setja með Jesú, með besta vin okkar. Amen, að megum við bara draga djúpt inn andann, opna augun hægt og rólega.